Góðir Íslendingar, við Dorrit óskum ykkur gleðilegs árs og farsældar á nýrri vegferð. Tímamótin, markaskil og framtíðin líkt og jafnan okkur hulin. En samt ráða aðstæður og eigin vilji hvert leiðin liggur. Það gildir bæði okkur sjálf og þjóðina. Íslendingar geta stoltir litið farin veg, glaðst yfir ávinningum fyrri tíðar, verkonum sem lyftu fátækri þjóð í fremstu röð, þakkað fólkinu sem hafði hugsjónina sjálfstætt Ísland að leiðarljósi, lét ekki bugast, þrátt fyrir andstreymi og áföll, hélt staðfast áfram að settu marki. Bessastaðir urðu á vissan hátt samnefnari þessara sögu. Hér mótaði skólinn fyrir unga sveina sem síðar urðu leiðtogar í baráttunni fyrir auknum rétti, gerðu menningu og tungumálið að hornsteinum kröfunar sjálfstæðan sess. Héðan bárust greinarnar aukið lýðræði í stjórnskipun landsins og réttindi kvenna. Hingað kom fyrsti forsetinn að lokinni lýðveldisstofnun á Þingvöllum og hér lituðu blísin hinn gömlu hús rauðum bjarma þegar þjóðin krafðist þess fyrir 6 árum að lýðræðislegu réttur hennar yrði virtur. Bessastaðir færa sérhverjum forseta djúpa virðingu fyrir sögu landsins og auðmýkt gagnvart skyldunum sem kjörinu fylgja, minnan á aflið sem býr í vilja fólksins. Forsetinn ber beina ábyrgð gagnvart þjóðinni. En hann líka þáttakandi í daglegri glímu, leggur lið og miðlað reynslu, verkefni sem orðið hafa víða meiri vegna aukinnar fjölbreytni þjóðlífsins og vaxandi samskipta í veröldinni. Áhuga ríkja nær og fjær að styrkja tengslin við Íslendinga. Við njótum þess nú að forysturíki í Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku kappkosta að efla samvinnu við okkur, vaxandi mikilvægi norðurslóða og árangur við nýtingu hreinnar orku skipta þar sköpum. Liðið ár færði okkur fjölþættan vitnisburð trausta stöðu Íslands. Stefnuræða forseta Frakklands á þingi hringborðs norðurslóða sem haldið var hér í aðdraganda loftslagsráðstefnunnar í París, sendinefndir kanslara Þýskalands og forseta Kína, fulltrúar Hvítahússins og stjórnar Rússlands sýndu ásamt 2000 öðrum þáttakendum frá 50 ríkjum að Reykjavík nú árlega helsti vettvangur umræðu framtíð norðurslóða. Skömmu síðar kom forsætisráðherra Bretlands í heimsókn og ítrekkaði óskir mat á kostum sæstrengs frá Íslandi sem gæti, líkt og strengirnir frá Noregi, orðið framlag til nýs kerfis hreinnar orku í Evrópu. Samskonar vilji til að nýta kunnáttu okkar og hæfni, einnig í sjálfbærum veiðum og vinnslu, kom skýrt fram í ferðinni með utanríkisráðherra og íslenskum sérfræðingum til Víetnams, Kóreu og Singapúrs fyrir skömmu. Íslendingar hafa nú þegar stuðlað að nýtingu grænnar orku í tugum landa, reynsla sem verða mun enn mikilvægari í kjölfar samkomulagsins í París. Því umbylting á orkubúskap allra ríkja í átt að hreinni orku var kjarninn í árangri ráðstefnunnar. Hið nýja markmið heimsins, þar sem Ísland í senn fyrirmynd og hvatning. Þegar við ræðum stöðu okkar góða lands og gerum áætlanir framtíðina,
Þá áríðandi að leggja til grundvallar raunsætt mat, láta hvorki óhóflega bjartsýni né sífellda neikvæðni villa okkur sýn. Þótt erfiðleikar í kjölfar bankahrunsins, glíman við fjármálakreppuna og andstreymið sem við mættum víða hafi á stundum nánast þaggað niður umræður ágæti Íslands og styrkleika þjóðarinnar, áríðandi nú, þegar mestur vandinn að baki, að við höldum til haga hinum góðu kostum, skiljum hve gjöful framtíðin getur reynst landsmönnum öllum og sækjum svo aukinn styrk í þá virðingu sem Íslendingar njóta víða veröld. Virðingu sem birtist með margvíslegum hætti í tengslum við loftslagsráðstefnuna í París, þar sem árangur okkar á sviði orkunýtingar lagði grundvöll að myndun hins nýja jarðhitabandalags fjölmargra ríkja og landgræðsla á svörtum söndum hér sunnanlands var mörgum í fjarlægum álfum hvatning til dáða. Sá sjónarhóll sem forsetinn fær með samræðum og samvinnu við fjölda fólks, bæði hér heima og vítt veröld, hefur fært mér skýra sýn á þá góðu kosti sem blasa við Íslendingum, sannfæringu fyrir því að framtíð Íslands getur verið einkar björt, gæfan okkur hliðholl. Við njótum, eins og áður sagði, traustra tengsla við önnur ríki, höfum nýtt okkur hinn nýja sess norðurslóða og ræktað rótgróið samband við norræna frændur og forystu þjóðir í Evrópu og vestanhafs. Einnig náð að byggja brýr til álfunnar sem senn mun ráða mestu í hagkerfi heimsins. Öll helstu ríki Asíu rækta nú samstarf sitt við Ísland. Við búum að auðlindum sem verða sífellt verðmætari. Fiskistofnar og lífríki hafsins áfram undirstaða öflugs atvinnulífs sem einnig hefur fóstrað háþróaða tækni og iðnað í tengslum við sjávarútveg. Og nú í auknum mæli verkstöð vöruþróunar sem bætir heilbrigði og stuðlar að lækningu sjúkdóma. Gæði landsins ger okkur kleift að framleiða matvæli, nýta gróðurlendur, bæði ræktaðar og villtar, í þágu fjölbreyttrar framleiðslu. Landkostir sem skipta miklu þegar matvælaöryggi vaxandi vandamál fyrir fjölda þjóða. Orkan í iðrum jarðar og í fallvötnunum áfram gullkista aukinna tekna og nýting hennar reynslubanki sem skapar okkur æ fleiri verkefni í öðrum löndum. Hefur gert þekkingu á virkjun hreinnar orku að nýrri útflutningsgrein. Fegurð landsins, samspil elds og ísa, litadýrð náttúrunnar, tign og víðerni öræfanna laða svo sífellt fleiri hingað. Ferðaþjónustan komin í fremstu röð tekjulinda. Ísland í vitund milljóna víða heim áfangastaður, sveipaður dulúð og ljóma, landið þar sem sérhver gengur frjáls götur og stíga. Lýðræðislegt samfélag sem byggir á öryggi og jöfnum rétti. Andrúmsloftið laust við þá mengun sem hrjáir erlendar borgir. Menningin sem fyrrum hvíldi einkum á ljóðum og texta bókmenntum á heimavelli nú iðandi og alþjóðlegur vettfangur fjölþrættrar sköpunar, íslenskum ritverkum, tónlist, kvikmyndum, leikhúsi og myndlist nú miðlað veröld víða. Hinn unga kynslóð getur í krafti eigin getu skarað fram úr í öllum greinum. Í vísindum og tækni hafa háskólarnir, rannsóknarstofnanir og fyrirtæki náð ótrúlegum árangri. Gert okkur kleift að verða á veraldarvísu öflugir þátttekendur í sköpun nýrrar þekkingar og í gerð tækni og búnaðar sem stuðla að síauknum framförum. Allt
eru þetta sterkir strengir í stöðu Íslands. Burðarvirki í þeirri byggingu sem helguð er framtíð okkar. Sumum kann að finnast myndin máluð og björtum litum, en hún er nú samt byggð á raunsæju mati, greiningu sem reynslan hefur styrkt og samanburði við aðrar þjóðir sem störf forsetans og fyrri verk hafa fært mér. Það er svo sannarlega merkilegt að fáeinum árum eftir hið mikla áfall bankahrunið skuli Íslendingar vera í kjörstöðu þegar litið er til framtíðar. Árangur sem mörgum ber að þakka, þáttaskil sem hvíla á ákvörðunum sem ríkisstjórnir, alþingi og þjóðin sjálf hafa tekið á umliðnum árum. Atvinnulífið er nú í miklum blóma, kjör launafólks hafa batnað og fjármunir til heilbrigðismála, velferðar, menntunar og rannsókna vaxa á ný. Því ættum við öll að geta tekið höndum saman að bæta enn frekar hag aldraðra og öryrkja og að gera loksins gangskör að útrýmingu fátæktar úr íslensku samfélagi. Fátæktar sem er því miður enn smánar blettur. En svo nefndi ég þessa vanvirðu í fyrsta nýársávarpinu sem ég flutti ykkur úr þessum sal. Já, það eru mörg ár síðan, langur tími. En hefur þó liðið undrafljótt tími ögrandi verkefna, gleði, líka sorgar og margt með öðrum brag en þegar við Guðrún Katrín komum hingað. Þjóðinni hefur, þrátt fyrir allt, miðað vel. Hún leyst úr flestum þrautum sem verkferðin hefur fært henni í hendur. Svo óvissa, sem fyrir nokkrum árum mótaði afstöðu margra til forsetakjörsins, sem þá var í vændum, er ekki lengur fyrir hendi. Átökum við Evrópuríki í hinu svonefnda Icesave-máli lauk með fullnaðar sigri Íslendinga, bæði í krafti þjóðaratkvæðagreiðslna og úrskurðar EFTA-dómstól. Umsóknin aðild að Evrópusambandinu, áformin grundvallarbreytingar á fullveldi landsins hafa verið lögð til hliðar og allir flokkar á Alþingi heita því nú að aldrei verði aftur lagt í slíka vegferð nema þjóðin heimili það fyrst í sérstakri atkvæðagreiðslu. Uppgjör vegna hinna föllnu banka og afnám hafta í viðskiptum við önnur lönd eru senn í höfn. Breið samstaða bæði innan þings og utan loka áfanga á þeirri braut. Deilurnar uppstokkun á stjórnskipun landsins hafa vikið fyrir sátt að velja heldur einstaka þætti sem njóta myndu víðtæks stuðnings, setja í forgang ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur og þjóðareign á auðlindum. Sú margþætta óvissa sem fyrir 4 árum leiddi til áskorana að ég gegndi áfram embætti forseta mótar því blessunarlega ekki lengur stöðu okkar Íslendinga. Því er niðurstaðan sem ég lýsti hér á nýársdag 2012 enn frekar í gildi nú. Að aðstæður þjóðarinnar séu þess eðlis að ég geti fremur orðið að liði ef val á verkefnum verður eingöngu háð mínum eigin vilja, óbundið af þeim skorðum
sem embætti forsetans setur jafnan orðum og athöfnum. Margir hafa þó á undanförnum mánuðum í samræðum með orðsendingum eða bréfum höfðað til skyldu minnar og áréttað að enn ríki óvissa á ýmsum sviðum, einkum varðandi skipan Alþingis og ríkisvalds á komandi árum. Ég met mikils traustið sem allt það góða fólk sýnir mér, en bið það og landsmenn alla að íhuga vel lýsinguna á kjörstöðu Íslands sem ég hef í dag gert að meginboðskap. Í ljósi hennar og á grundvelli lýðræðisins sem okkar aðalsmerki finnast mér blasa við hin réttu vegamót til að færa ábyrgð forseta á aðrar herðar og hef því ákveðið að bjóða mig ekki fram til endurkjörs. Nú góður tími fyrir þjóðina að ganga með nýjum hætti til ákvörðunar forseta. Sess Íslands og innviðir þjóðlífsins eru traustari en langan tíma. Þótt annar muni halda forsetastýrið, verð ég áfram reiðubúinn að sinna verkum á þjóðarskútu okkar Íslendinga. Á engan hátt að hverfa frá borði. Verð ætíð fús að leggjast með öðrum á árar. Á komandi árum mun ég með nýjum hætti geta sinnt samvinnu á norðurslóðum, treyst enn frekar sess Íslands sem miðstöðvar þeirrar umræðu og styrkt hringborð norðurslóða sem árlegan vettvang þjóða heims. Kraftar mínir verða líka áfram helgaðir baráttunni gegn loftslagsbreytingum og samstarfi við þjóðir nær og fjær aukna nýtingu hreinnar orku. Frelsi frá daglegum önnum hér á staðnum mun einnig gefa mér meiri tíma til að sinna vaxandi ákalli myndun alþjóðlegra samstöðu verndun hafanna og sjálfbæra nýtingu auðlinda sjávar, verkefni sem öðlast getur aukinn styrk í krafti reynslu og tækni sem við Íslendingar höfum að miðla. Vonandi gefast einnig allmörg ár til að vinna áfram með háskólunum, ungu fólki í vísindum, rannsóknum og fræðastarfi, styrkja þekkingartengslin milli Íslands og annarra landa. Það hefur verið gæfa mín og gleði að geta lagt öðrum lið í góðum verkum og það mun ég gera meðan kraftar endast. Þjónusta við þjóðina æðsta skylda forsetans og hún varir lengur en ábyrgðin sem formlega felst í embættinu. Sú þjónusta verður því áfram mitt leiðarljós. Leið og ég mun ávallt þakklátum huga minnast traustsins sem þjóðin hefur sýnt mér og vinsemdar fólksins í landinu í garð Dorritar, Guðrúnar Katrínar og fjölskyldunar. Lokaorðin verða hins sömu og í innsetningaræðunni við embættistökuna 1. ágúst fyrir nær 20 árum. Ég bið ykkur öll að minnast á okkar og ættjarðar. Megi blessun Guðs og gjöful náttúra færa Íslendingum gæfu alla framtíð.